Já, þá það forsetakosningar í Bandaríkjunum, Guðmundur Hálfdanarson, prófessor, vertu velkominn. Takk. Já, þetta eru mikilvægar kosningar. Það eru sjálfsögð allar forsetakosningar í Bandaríkjunum mikilvægar því að þetta jú eitt af valdamestu ríkjum heims, þannig að það skiptir máli hver þar við völd. Mikilvægar fyrir okkur, hvernig það? Já, þá ég að velta fyrir mér hver verður munurinn fyrir okkur, hvort það Trump inni eða Kamala? Það eru auðvitað svona fyrir eftir hvernig maður lítur á málin, að það er auðvitað svona aldrei fyrirfram, aldrei erfitt að spá í það hvað gerist þegar einhver kosinn, af því að menn segja ýmislegt svona í aðdragandanum sem kannski síðan ekki alltaf staðið við þegar til kemur og svo breytast aðstæður. En það svona virðist vera þannig að Trump er einangrunnu sinni, það er svona það sem er svona utanríkisstefna hans og það fyrir okkur þetta skiptir utanríkisstefna Bandaríkjanna kannski mestu máli ef við lítum á svona okkar eigin hag og eigin hagsmuni og Trump hefur gefið það í skyn að hann muni svona og hefur þetta lengi svona daðra við það að draga Bandaríkin kannski ekki út úr NATO en að viðskosti að minnka hlutverk Bandaríkina þar og varpa þá meiri ábyrgð á vörnum Evrópuríkja á þau sjálf. Það er svona eitt sem getur haft mikil áhrif. Það getur haft mikil áhrif. Ríkin flytja þá peninga úr velferðarkerfunum yfir í hernað. Og þau eru að gera nú þegar og það er kannski frekar vegna atburða í Úkraínu sem hefur svona vakið óhug hjá ýmsum að nágrannaríkjum Rússlands. En síðan er líka annað sem að kannski gæti haft talsverð áhrif á svona efnahagskerfi heimsins er það að Trump ætlar að taka líka upp ákveðna einangrunarstefnu í efnahagsmálum sem hefur ekki verið svona kannski ofalega á baugi hjá republikonum svona undanfarin ár. Taka upp háa tolla á innflutningsvörur og sérstaklega frá Kína þá eru svona mismunandi háir tollar og þetta er svona... Biden hefur verið að þessu, hann hefur verið að hækka tolla á hinn og þessu... Já, Biden hefur haldið við því sem að Trump byrjaði á hann er ekki snúið tilbaka með þessa tolla en Trump ætlar að gefa þarna verulega í. Það er svona, sveiflast aðeins en svona 60-100% tollar á allan innflutning frá Kína segir hann og svo svona 10-20% frá rest, þannig að þeir eru þá 20, síðasta talan sem hann nefndur er 20% en það er nú kannski ekki alveg, ekki klappað í stein hvaða verður en að minnskosti þá hefur hann gert að svona einu og sínum partumálum að setja tolla á allar innflutningsvörur til Bandaríkjanna. Þetta mun væntanlega því að það verða setti tollar á vöru Bandaríkjanna það sem eru fluttur annað. Þannig að þetta geti leitt til svona viðskiptastríð sem er kannski ekki heppilegt við landi svo Ísland sem er mjög háð svona alþjóðaviðskiptum. Þannig að þetta geti líka haft áhrif. Svo það pólitísk áhrif að það svona uppgangur skoðana bræðra og systra Trump í Evrópu að sigur hans núna myndi ýta undir það. Alveg tvímælalaust og það svona þetta, það má segja að Trump á vissan átt endurspegli það sama og það eru svona sömu bakgrunnsbreytur þar hvort sem er í Evrópu eða Bandaríkjunum, það er svona svipaðir hlutir að gerast sem að ýta á þessa tilfinningar fólks og það er að verða svona alveg ný pólun í pólitíkinni sem að er svo mjög ólíkt því sem var þar sem að flokkar sem áður hafa verið svona kannski verkalýðsflokkar og þeir eru orðnir svona menntamannaflokkar og síðan eru þeir flokkar sem áður voru svona hægri flokkar og flokkar kannski atvinnulífs og atvinnurekendur allt í orðnir verkalýðsflokkar þannig og þetta er auðvitað alveg augljóst í Bandaríkjunum þar sem að repúblikanaflokkurinn er að eiginlega breytast úr því að vera flokkur stórkapitalista yfir að vera flokkur það er svo erfitt að segja það er verkafólk kýsan en hvort hann er kannski ekki sýnt að ennþá minnskosti hann sýnir sérstaklega flokku verkafólk samt sem maður er. Samt er hann með eiginlega sömu stefnu og áður sem að fyrst og fremst stjóna hinnum ríku. Já, það er ekkert í stefnu republikana fram þessu eða gerðum þeirra sem hefur á nokkuð nátt gagnast verkafólki og það hefur aldrei verið og það er ekkert inn í myndinni og þarna það er bara hvað sem Marx sagði hér árið að þá er ekki bara efnahagslífið sem rekur áfram
skoðanir fólks og hérna tilfinningar og það er ýmislegt annað sem að svona ýtir undir það þessi svona nýja staðar að koma upp. Og það er hörnun Demókrataflokksins frá því að vera kannski flokkur, ég segi ekki svona lágstéttana en svona launafólks, einhver leiti, frekar heldur Republikaflokksins að einhver orðaði svona að það verið stéttaflokkur, en það ennþá, en þetta eru sko stéttir, eina talandi stétta og eitthvað svoleiðis. Já, það er alveg ljóst að háskólamennta fólk kýs Demókrataflokkinn upp til hópa og það sem hefur auðvitað þar gerst er það að það er kannski meira svona það sem að ýti sér undir pólunina er líka í Bandaríkjunum er líka Trump sjálfur að hann hefur fælt svo frá sér ýmsa og það er mjög margir hérna svona harðir republikanar sem að bara geta ekki kosið Trump að því þeir bara hafa svo vegna andúð á honum bara sem persónu og sem einstakling og maður bara sér það er bara það er svona annar hver að fyrirverandi svona ráðherrum Trumps hefur komið og skrifað alls konar bækur og komið fram og það sem þeir lýsa því yfir að þessi maður sé algjörlega ófærum að stjórna þeir eru hins vegar ekki alltaf að kjósa demókrata og sumir alltaf með að kjósa republikana þó þau segja að Trump sé fullkomlega ófærum að stjórna en þá bara eru eins og þú segir að þá er stefna republikaflokksins hefur sjálfsagt ekki breyst mikið þannig að ekki fram að þessa miskusti það er frekar svona þeir sem eru að bera merki flokksins sem að eru svona þeir eru allt öðruvís karakter heldur voru. Það gerðist að sumuleyti líka í kringum Ronald Reagan þar sem að hann teygði sér raunverulega til hóps sem hafði ekkert verið svo áberandi í bandarísku stjórnmálum áður sem voru svona trúa kristnir og tók upp svona, gerði svona bandanlag Republikanaflokksins sem var að reka bara harða nýfrjálshyggju við trúa kristna íhaldsmenn í öllum persónulegum málum, andstæðingar, réttindabaráttu samkynhneigðra og frelsisbaráttu kvenna og annað slíkt. Og að sumuleyti er Trump eiginlega bara að stíga næsta skref sem að gera bandalag við öfgafullra þjóðerni sinna og rasista. Já, hann hefur einhvern veginn og það er auðvitað engin tilviljun að yfirgnæfandi meirihluti kjósenda republikaflokksins eru hvítir að hann hefur sérstaklega hvíti karlmenn og það er svona hvað maður segja, hluti Bandaríkjamanna sem að Trump hefur náð mjög sterklega til og þetta því að lýsa raunverulega hnignandi samfélagi að samfélagi þeirra sé að kóðna niður og þeir þurfa að endurreisa það. Og þegar hann segir sem Make America Great Again þá er hann að vísa til þess að við ætlum að great sem stór og merkilega voru kannski 7. áratugnum þegar svartur hefði ekki kosningarétt og konur voru heima. Þetta er svona svo heimsmynd sem að ýmsum hugnast og þetta svona höfðar til, ekki síst, höfðar greinlega til fólk sem á svo sem kannski lítið annað heldur en hörunslítinn. Það er eiginlega eina forréttindamerkið sem það hefur er það að vera hvít, það er fátækt, það býr á landsvæðum sem hafa farið illa út úr efnahagslífinu. Trump talar að nú ætlar hann að fara að vinna kol og allt hvað eina en það gerist ekki neitt slíkt af því að það er bara útilokað, kol verða ekki unnin í Bandaríkjunum á sama mæli eins og áður og verksmiðjur verða ekki byggðar á gamlum verksmiðjusvæðum af því að þegar verksmiðjur eru byggðar núna þá eru byggðar á allt öðrum svæðum þannig að þarna eru tilfinningar sem að og kannski kristalla svolítið svona í þegar Hillary Clinton datt út úr henni að þetta við kallaði þetta deplorables og það einhvern veginn svona sýnir ákveðið viðþorf sem að margir af kjósendum og forystumönnum demókrata hafa til þessa fólks og þannig er þetta bara þannig að menn kjósa ekki bara vegna hagsmuna sína heldur kjósa líka vegna svona tilfinninga sína og það eru trúmál til þeim sem í Bandaríkjunum eru miklu sterkara afl heldur en nokkuð tíðan í Evrópu þó að svona raunlega trúum í Bandaríkjunum fari fækkandi þá eru það bara svo margir sem eru þar þetta er svona það leiðandi ljós í þeirra lífi.
Aldrei haft meiri pólitísk áhrif heldur en núna. Nei, og það eru... Við sjáum bara Hæstarétt, Já. sem eiginlega dæma þeir dómar sem að við fréttum af, eru yfirleitt í þessum að vera að færa Bandaríkin aftur fyrir mannréttinda baráttu 7., 7. og 8. áratugurins og alveg fram á okkar tíma. Og það sem að raunverulega er svona kannski veldur Bandaríkjunum sjálfum mestum áhyggjum er það að það virðist vera eins og landið sé að klofna. Og ég svo sem talað það að það ef þetta heldur áfram svona þá mun landi klofna að það er að verða svo rosalega gjá á milli annars vegar svona þessara strandríkja á norðurhluta austurstrandarinnar og allri vesturstrandinni og síðan suðuríkjana að það bara þetta eru svo tveir ólíkir heimar að þetta margan hátt mjög erfitt með að ganga sérstaklega ef að svona önnur af þessum skoðunum eða stefnum verður ofan í Hæstarétti sem að fer að í sambandi við byssueign og við þungunarrof og við réttindamál samkynhneigðra og annað slíkt fer að dæma eitthvað. Jákvæða mismunun og ýmislegt sem hefur verið notað til þess að reyna að halda þessu samfélagi saman. Að þeir fara svo algjörlega úr takti við það sem að er svona hvað maður segja ofan á hjá mjög mörgum öðrum að þetta er verða svo óbúslega pólun að það getur, hún er landfræðileg líka sko, það er það sem er svolítið erfitt. Já, hún er bæði með strandirnar og svo miðjan og suðrið, en hún er líka inn í einstaklega fylgjum og ég sá nú einhvers staðar hvernig er kosið í Texas og það stórborgirnar kjósa bara eins og vesturströndin. Já, það er þannig, þetta eru sem sagt raunverulega, þetta eru borgirnar sem eru kjósademókrata og síðan eru það svona strálbyggðari svæði sem að kjósa republikan og það sem hefur að gerast núna til þeim sem hefur að grafa undan Trump. Hann er að sækja á í ýmsum til dæmis meðal svartra kalla mjög meðal þeirra af rómönsk-amerískum uppruna sem er í sjálfu sem mjög eðlilegt. Það er svona þjóðfélagshópur sem að republikanar ættu að eiga svona tiltölulega republikanar eiga tiltölulega mikið hljómgörn hjá því þeir eru gjarnan mjög trúaðir, þeir eru mjög kaþólskir og þeirra svona efnahagsleg staða er að mörguleyti mjög svipuð og þessara hvítu kjósenda sem er að kjósa republikana þannig að það er ekkit svona það er ekkit óeðlilegt að þeir svona að það sé og til dæmis Bush yngri að hann fékk mikil stuðning með alls þeirra. Það gekk síðan talsveit mikið tilbaka og sérstaklega með Reagan með Trump að því hann einfallega byrja sína kosningabaráttu með því að ráðast á með offorsi á innflytjendur. En það eru og segja að Mexikanar séu upp til hópa nauðgarar. Já, þeir sem að koma þannig yfir landamærin og þetta séu mest, en það verður líka að segja að því að það eru mjög margir af þessum fólki af latneskum uppruna, hvað sem að kallar á íslensku, að það eru auðvitað allt saman uppruna innflytjendur, en þannig eru þetta allir Bandaríkjamenn og einhvern hátt. En þetta eru kannski annars þriðja kynslóð og þeir svona líta á þessa ógn frá innflytjendum sem er að mörguleyti mest svona meðal þeirra sem eru lægst settir í samfélaginu. Það er þar sem samkeppnin er að þeir sem að koma inn í landið eru gjarnan fylla þá svona þau störf sem eru lægst launuð og þau búa á þeim svæðum þar sem húsnæðiskreppa er og þannig að það er ekkit óeðlilegt að þeir sem að eru svona heldur fátakari að þeir snúist gegn fjölgun innflytjenda. Þeir eru viðkvæmari fyrir því að launum sé haldið niðri og þeir eru viðkvæmari fyrir húsnæðiskreppu sem sprengist upp út af Já, það er hluti af þessum. Svo er það bara þannig sem ágætt að fólk hafi í huga að innflytjendur það er ekki gefið að þeir séu sko fylgjandi frjálsum innflutningi fólks. Nei, einmitt akkurat sko, þegar þeir eru komin inn að það. Þeir eru bara eins og annað fólk og þeir eru bara sína afstöðu. En svo er það líka oft eins og þú ert að benda á að þeir eru í veikri stöðun í samfélaginu og þar er það sem að þeir upplifa meiri ógn af innflytjendum. Það er engin, ef þú ert býrð í Garðabænum og ert
af ykkur í menntaðri millistétt og háskólaprófessor í sagfræði að þá verður þú ekkert varfin eina samkeppni sitt starf. Sko. Akkurat. Það er það sem menn verður átt að sjá þegar menn fara svona einhvern veginn að neyslast en það er eitt af því sem að Trump ætlar sér að gera og er búin að lýsa yfir hann ætlar sér að gera og það er svona aðeins svona sveiflast til hvernig það á að framkvæmast að hann ætlar að bara einfallega að flytja brott alla ólöglega innflytjendur í Bandaríkjunum. Sem eru nokkra milljónir ekki? Já, þeir eru svona, það eru ekki til neina nákvæma tölur en þeir eru minnstakosti, það eru svona frá 11 upp í 20 milljónir sem eru í Bandaríkjunum og þetta er fólk sem er í fullri vinnu upp til hópa og það er eitt af því... Bandarískt efnahagslíf myndi ekki þola það ef þetta fólk myndi hverfa í daginn? Það myndi þýða það til dæmis að verðbólga myndi rjúka upp öllu valdi af því að þá ef þeir sem eru að framleiða þessar vörur ætla að reyna að ráða hvað fólk í staðinu þá þurfa að greiða miklu hærri laun sem að þetta veltist inn í verðlagið og fyrir utan það að það sem menn gleyma stundum og það sem í áráðunum gegn þessu fólki er þá sagt það er að taka af okkur en staðreyndin er sú að ólöglegir innflytjendur eða innflytjendur sem ekki hafa búsetu leyfi í Bandaríkjunum að þeir greiða skatta, þeir greiða inn í velferðarkerfi, þeir greiða inn í Social Security á þess að hafa nokkur reyndi, mynda nokkur reyndi. Þannig að fyrir stóran hluti Bandaríkjamanna er slíkt fólk alveg gríðarleg búbót. Svipað og að sömuleyti hér því að hluti af erlendu vinnuafli hérna er farandverkafólk sem kemur hérna og vinnur í ferðarþjónustunni við sumarið, borgar hérna alla skatta og skyldur, borgar líka félagsgjöld í verkefnisfélögin og hlera án þess að vera raunverulegi félagar og hlera þannig að skilja eftir sér mikið penning en taka lítið. Og er greiða líka í atvinnulífstryggingasjóði sem sagt þannig gjöld sko. Gott að við borgið ekki með þessu útvarpsgjald. Sjálfsagt. Á þess að fá nokkuð tíman útvarp sem þið skilja. Öruglega sko, ef þeir eru skráður hér sem þeir eru þetta lestir. Herðu, þegar ég spurði áhrif af kosningunum hérna á okkur og kannski Evrópu að þá telur upp bara það sem að Trump gæti hugsanlega gert og að sömuleyti þá svo fyrir til Bandaríkjanna og þú sér það sama hvað Trump er að leggja áherslu á. Kamala Harris hún bara óbreytt ástand? Ég held að það sem að stýra Evrópu verði það. Ég held að utanríkismálastefna hennar sé bara nokkurn veginn svo nákvæmlega svo sama og Bidens var svo nákvæmlega svo sama eins og verið hefur síðustu áratugina. Þannig að og innanlands bara innanlands höldum þessu saman einhvern veginn? Já, það er eitt af því sem hún hefur verið gagnrýnd fyrir hún hefur ekki verið neitt ábúrslega skýr það hvað hann ætla að gera. En það er svo sem Trump ekki heldur að þar sem að þessar kosningar virðast alltaf snúast meira stíl heldur en innihald. Þannig eru þetta bandarískar kosningar oft. Og enn frekar núna þegar það er svona ljóst með skömmu fyrirvara hverjir eru raunverulega að keppa að þá er kannski þetta segja svo að Kamala og hennar fólk hefur bara ekki tíma til að setja mál. Nei, og það sem þetta er svolítið vandi fyrir hún á í svolítið vanda að eins merkilegt það er að þá hefur raunverulega efnastefna Bidens gengið mjög vel en mannum finnst hún hafa gengið mjög illa og þess vegna Biden ætlaði á tímabil að fara að berjast á henni Bidenomics en hann var mjög fljótur að sjá það var nú ekki slagið gegn þannig að fólki finnst allt vera að fara til fjandastíl í efnahagsmálum þó það hefur verið hafi gengið merkilega vel svona borið saman við flest önnur lönd í heiminum. Þannig að það er mjög erfitt fyrir Kamilu minni verðbólga og meiri hagvöxtur lítið atvinnuleysi og verðbréfamarkaðir hafa aldrei staðið sér betur sem við erum fyrst og fyrst áfram af einhverju rosalegri hækkun á þessum 7 Magnificent 7 þarna. Já það sem að rekur auðvitað upp alltaf sem er eitthvað svona kaupmennska einhvern veginn að AI muni breyta heiminum og þau muni eiginlega eiga bara hugmyndaheimin okkar þessi 7 fyrirtæki. Og það er alltaf hvað maður segja, það er happdrætti sem ég myndi ekki vilja spila í því að það fyrir alltaf upp og niður. En samt sem áður að þannig er staðan núna og það veit allir að það er ótryggt og allt þetta er ótryggt. Verðbólgan getur farið upp og það getur eitthvað gerst. En það er mjög ekkert sem að segir annað heldur en að hann hafi staðið sem þá mun betur heldur með byggust við. En það er alveg ljóst að þú getur ekki þannig að svona þegar Kamala Harris kemur fram í fjölmiðlum að þá
ætla þú að halda áfram þessi bæting, nei það ætla ég ekki að gera vegna, en hún búin að vera varfastinn þannig að þannig hún í mjög erfir aðstöðu með þetta en svona og ég held að það svo sem í efnahagsmálum að þá í stórum dráttum að þá held ég alveg ljóst að hérna og í utanríkismálum þá muni ef að Kamala Harris vinnur þá verður það bara áframhald nokkurn veginn einstæður þetta alls konar smá svona á kantonum sem að hún búin að lofa ákveðnum hlutum sem að hérna svona mönnum líst misvel á en hérna hún eitt sérstakasti forsetaframbjóðandi bara sögunar, náttúrulega kona það eitt, en bara það sem sérstakt við hana að hún svo mikið autt blað. Það eiginlega ekki þetta bend á neitt af hérna á varaforsetatíðina hjá henni. Hún hérna datt út úr forkosningunum hérna og minnst það tók ekki þátt hún var hætt áður en hún var eiginlega búin að tapa og náði lengum hljómgrunn í þessum flokki. Biden velur hana sem hérna varaforseta, gefur henni miklu minni sess heldur til þess að Obama hafði gefið honum. Ég meina Biden fekk bara töldur stóran sess inn í ríkisstjórn hérna Obama. Þannig að hún kemur núna og bara fær bara ykkur 100 daga í ykkur kosningabaráttu og það raunverulega ég meina Bandaríkjamenn þekkja hana alla. Nei, og það getur verið bæði kostur og galli. það hérna og hún sko varaforseti í Bandaríkjunum hafa yfirleitt þeir eru valdir út af einhverju. Það einhver ástæða fyrir þeir eru valdir og það stundum þeir valdir til þess að reyna að vinna fylki sem að eru mjög mikilvæg. Þess vegna voru ýmsir sem að ýttu á Kamala Harris að velja fylkisstjóra Pennsylvania fylkis Shapiro vegna þess að það fylki er svo mikilvægt. Mike Pence var greinilega valin af Trump til þess að svona höfða til kristina og heitrúar kristina. Syndu í Trump þurfti að reyna kristin og Biden var valinn vegna þess að hann hafði svo gríðarlega reynslu úr á móti ungum Obama sem var ekki orðið 50 þegar hann var kosinn. Nei, og líka sko hann hafði svo gott samband við öldungadeildina og hann hafði svo mikið hlutverk þar af því að hann þekkti mjög vel forystumenn beggja megin báðum flokkum. Þannig að þegar kom að því samskiptum sem alveg gríðarlega mikilvægt fyrir forseta og ekki síst þegar kemur að lagasetningu eins og Obamacare heilbrigðislöggjöfinni og það gerði það verkum að hérna Biden hafði þegar í upphafi mjög ákveðið hlutverk. Það ekkert leyndarmál að vita það allir að Kamala Harris var valinn vegna þess að Biden hafði lofað því að velja svarta konu og það var bara þannig sem hann stóð frammi fyrir að það voru svartir sem komu honum í forsetastólinn vegna þess að það ekki fyrir að kosið í forkjörinu í Suður Karolínu sem hann allt í einu nær forystu og allt breytist á einni nóttu og það var vegna þess að forystumenn svarta í þinginu höfðu talað fyrir honum. Þannig að það alveg ljóst en ef það hins vegar ástæðan fyrir þú ert valinn að þá kannski ekki endilega ljós hvað hlutverk á að vera þegar þú ert komin í embættið. Þú ert sjálf verðlaunin. Já. Þannig að það hins vegar má segja það að hún byrjaði svona hún byrjaði ekki vel, við skulum orða þannig að það svona, hún gerði svona ýmsar en menn hafa talað það að hún hafi svona staðið sér betur eftir að hún fann svona einhvern vettvang sem að var og það þungunarrofsmálefni. Þar virkilega tók hún af skarið málefni sem að Biden átti mjög erfitt með að tala vegna þess að hann heitrúaður katóliki og hefur aldrei átt mjög auðvelt með að tala þungunarrof og það var alveg afskaplega erfitt fyrir hann að vera einhvern veginn að tala hvað sem hann var í hlindur þeim og það hefur skipt demokrata mjög miklu máli síðan að Hæstiréttur síðan Dobbs úrskurð Hæstaréttar og það var alveg lykilatriði í því hversu vel demokratar komið til dæmis út í kosningum 2022 að það var það að þetta var svona það sem að mobiliseraði kjósendur og sérstaklega auðvitað konur
og hérna þannig það ennþá. Þannig að það verður líklega í núna að því þetta mál til dæmis á kjörseðlum víða þar sem að fylkin að kjósa réttindi þungunarrofs. Og það er einmitt demókratar hafa hamasturinn komað í á kjörseðlina því að það má til þess að búa til stemmingu á kjörstað. Og til að fá fólk til að mæta. Af því að og það er eitt sem við átt að sjá í kosningabaráttu í Bandaríkjunum það að hún snýst ekki fyrst og fremst að sannfæra fólk sitt eigið ágæti, heldur fyrst og fremst það að fólk nenni að fara að kjósa. Að menn telja kosningarna skipti sig það miklu máli og niðurstaða þeirra. Til dæmis Trump búin að gefast upp á því að þeir vita það alveg að hann sannfæri hann vinnur engin í land. Það er engin nýju kjósendur þarna úti sem hann getur unnið. Hann hefur sett fylgi. Það kemur upp til hópa til kjósan. Þannig að núna snýst allt það að reyna að sverta Kamala Harris til að reyna að fá fólk til að mæta ekki til að kjósa. Hún djöfullinn og ég frelsarinn. Já, fyrst og náttúrulega hún sé djöfullinn. Hvort hann frelsarinn ekki, það skiptir vinnumáli. Það er ekki það að fólki komið til að kjósa hann. Það kemur ekki til að kjósa hann. Það er það sem bara til að og því haldið fram að hún sé kommunisti? Já, hún sem ef það er gildisleðið orð á Íslandi og orðið svolítið skakt og eftir vonda notkun, þá er það náttúrulega hryllilegt orð í. Já, ég meina líka bara svo, það er ekki eins og hlægilegt, það er grátt broslegt að halda því fram að Kamala Harris sé kommunisti. Ég sá eina auglýsingu þess að þessu var haldið fram og þá var verið að benda á að hún hefði sagt vilja hækka skatta og líka vera með að leita út eins og væri eiginlega boða svona eins og verðlagseftirlit. Já, það er. Já, af því að það verið bara verið að okra í búðunum og við þurftum að hafa eitthvað svona tök á því. Það er þetta pride scouting sem svona hagfræðingar svona flestir ekkert óbúslega hvað maður sé trúa þeirra og hún hefur ekki kannski endilega útfært mjög nái hvernig það á að gerast en já, það er eitt af því sem hún hefur lagt fram og það er alveg ljóst að á tímum þegar verðbólgan var sem mest að það var þetta greinilega tilfinning fólks að fyrirtæki væru að nýta sér aðstæðunar sérstaklega svona þar sem er ekki mikil samkeppni. Það meina segja bandaríski Seðlabankinn eða New York Seðlabankinn, man ekki hvað það var, sem að var að benda á hagnaðardrifna verðbólgu. Já. Og það var bent á það víð heim nema það var bara íslenski Seðlabanki sem gat ómúlega tengt við það að verðbólga var keyrð áfram af raunverulega fákeppni og einokun sem er vandamál sem er að breiðast út allan heim að það eru fá stór fyrirtæki sem drottna yfir markaðnum vegna þess að það er eitt af afleiðingum nýfrjálshyggjunnar, það var bara gefið eftir svona vald stjórnvalda til þess að koma í veg fyrir einokun og fákeppni. Já, þessi andúð og auðhringjum sem verður mjög sterk í Bandaríkjunum á svona seinni hluta 19. upphæði 20. aldar vegna þess að þá voru mjög öflugir auðhringir sem raunverulega grófu það undan þessari markaðshyggju sem þetta landi byggt á að því að markaður það er versti markaður sem til er kapitalísku markaður í fákeppni. Eins og við þekkjum, allt við þekkjum. Og það er auðvitað Ísland er eitt af þeir landur sem er kannski viðkvæmast fyrir þessu vegna þess að markaðurinn er lítill. Þetta er eins og við segir, Bandaríkin hafa hneigst þess átt vegna þess að þessi stórfyrirtæki hafa og líka vegna þess að hvernig skattalöggjöfin hefur verið og það er alltaf verið að gefa eftir og það er alltaf stórfyrirtækin alltaf vera ríkari og ríkari, það er bara þannig. Og virði stundum vera þannig eins og að segja vakna í Bandaríkjunum vilji til þess að gera eitthvað eins og ég held að segja aftur verið farið að ræða það að setja Google einhver höft og þessum stóru fyrirtækjum sem algjörlega drottna á sínum markaði. En þetta hljóma kannski þannig eins og við erum að leiða til kosninga og það Bandaríkin eru klofin. Og það eru ekki mikla líkur á því að fólk sé að skipta fylkingu fram að kjördegi. Það eru fleiri sálir þarna demokratamegin en út af kjördæmakerfinu þá var það þannig að þetta eiginlega svona nokkuð inn í jafnvægi. Og það ræðst mikið af því hvernig frambjóðendum gengur í kosningabaráttunni. Kannski hefur meiri árið að misstígi sig eða verði eitthvað til þess að svona þeirra hópur mæti síður á kjörstað. Já, ég er alveg sannfær það að demokratar og forystumenn þeirra sofa ekki vel á nóttunni núna. Það eru verða kappræði núna eftir rétta viku og menn sá hvað gerist í
fyrstu kappræðum þessar forsetakosninga, það einfaldlega þá bara umpólaðist allt. En það var bara í öllum ljóst að Biden var óhæfur frambjóðandi eða sækja vinnu til næstu 4 ára. Það bara opinberaðist hana. En það sem óttast að því að hún er óreynd á þessu sviði. Hún stóð sig ágætlega í kappræðum í varaforstembættið. Hún er mjög þjálfaður saksóknari en Trump er ólíkindatól sko. Þannig að þetta er svona ekki, það er ekkert að vísna og róa hana. Hún gæti sleiði í gegn. Hún gæti líka það má segja að hún á miklu meira að vinna og tapa í þessu heldur en Trump, því menn vita auðvitað miklu meira hvernig Trump er. Og það er líka meira álag á henni að því að þetta er náttúrulega mikið álag á bara egóið og þú veist hvernig, því það getur skipt máli í svona kosningabaráttum, hvernig þú ert að tala hvað þú gerir og eitthvað fleira sko. Þetta er mikið álag á hana núna á þessum mánuðum, allt í hennu verið lent í þessari stöðu sko. Já, það er auðvitað sko það sem er svo sérstætt. Hún á ekki leiðin að þessu sem oft herðir fólk og þjálfar fólk á leiðinni. Hún á það raunverulega ekki sko. Hún gekk ekki í gegnum forkosningar en og hefur aldrei gert það því hún hætti áður forkosningaferli byrjaði síðast. En það þetta er svo er það sko sem einhvern veginn sem svona stjórnmálaskýrandi eða stjórnmálaáhugamaður sem ég hef aldrei getað skilið af hverju Donald Trump fær fleiri en 1 atkvæði, atkvæði sjálfsín. Ég bara skildi ekki. En hann er bara þannig. Þeir til dæmis repúblikanar eðlilega eru að benda á það að Kamala Harris hafi breytt skoðanir ýmsu frá 2019. Til dæmis á þessu fracking, þessum olíuvinnslu og heilsukerfi sem á að vera fyrir alla eða ekki. Það er þessi mikli sósíalismi og kommunismi hennar. Þetta 2019, hún breytti skoðun strax í kosningum 2020 að þetta var ekki skoðun Bidens og stefna hans. En ég meina Trump, og þetta er sem sagt, hún kallar flip-flopper, en Trump snýst sko í sömu vikunni sko í sama viðtalinu, breyta hann skoðun og það er alltaf lagi sko. En hann er náttúrulega viðmiðunin í hans eigin heimi, þannig hann er alltaf kjör sko, þetta virkir þegar við horfum á hann. Og ég var að taka undir það með þér þegar sumarið 2016 þegar það svona leit út að hann gæti orðið sko alvarlegur frambjóðandi í prókjúri nei það er eitthvað fyrr, þetta er þá eitthvað fyrr, þetta er 2015 eða eitthvað, eða snemma 2016 þá fór ég á YouTube og skoðaði gömul viðtöluðina mann. Og ég segi bara eins og þú sko, ég bara náði þessu ekki að þessi maður geti heilla nokkur mann. Mér finnst það, sko, maður horfir á hann halda ræður, mér finnst það flytjar illa, það eru innhalslaust blaður, fullar af lygi, en það menn margir álítan Guð og þannig að það verður, svona er þetta bara, maður veit ekki allt, það er bara svoleiðis. Þetta er svona skoti í hinar og þessar áttir. Ef við ætlum að hugsa til Íslands að þá er náttúrulega ein ræða sem að minni svolítið á Trump. Það er ræða Davíðs Oddssonar á landsfundi Sjálfstæðisflokksins 2009 sem hann reynir einhvern veginn að hæðast að Vilhjálmi Egilssyni og reyðir. Hann talar að Jóhanna Sigurðardóttir líti út eins og álfur út úr hól og ég meina fyrir þá sem hafa áhuga svo hvet ég til þess að bara leita þessar ræðu á YouTube. Hún er alveg með ólíkindum lík svona aðferðum Trump í ræðuhöldum. En það nýtur Trump að minnskosti stuðnings eins manns á Íslandi. Það er skulum bara orðað þannig. Herðu, sko það eru ekki mikla líkur á því að verði svona stór sigur Donald Trump. Nei, já. Það, ég veit að demókratar eru svona að gæla við að gæti gæst að er því svona bara öruggur sigur Kamalu Harris, en ég veit ekki hvað í því er annað en bara óskikinn. Langlíklegast að verði naumur sigur annarskos. Og í þessu klofna landi með forsuguna frá síðustu kosningum, hvað gerist ef að Trump tapar naumt? Það er góð spurning, hann auðvitað er ekki forseti núna, þannig að hann getur ekki beitt því svona persónulega, hvað maður segja, karismavaldi sínu sem forseti að gera eitthvað.
En það ég held að menn hafa verulega ágjörð að þessu. En hann gæti til útifundar þar sem hann myndi mæta milljónir. Já, hann gæti það. Hann gæti labba til Washington eins og Martin Luther King. Já, hann gæti það. Hann myndi líklega keyra sjálfur, en hann myndi... Já, sko, ég held að raunverulega sé Donald Trump í mínum huga, nú ég bara að segja út frá mínum sjónarhóli og þá hann í mínum huga vindbelgur sem að springur held ég svona, það er svona mín svona trú að ég til dæmis held ekki að þetta hann hafi skipulagt árásina 7. janúar. Ég held að hann hafi ekki séð þetta fyrir sér. Það á ég mjög erfitt með að sjá það en hann gerir allt sem að gat til þess að svona æsa fólk upp og síðan gerist eitthvað. Það að Trump geti leitt milljónir manna í físískri göngu, ég ætla að sjá það gerast, sko, það getur vel verið. En hann hefur gríðarlegt fylgi, það eru kannski 50% kjósenda sem eru til að kjósa, þannig að þá er það kannski 30% bandaríkjamanna. Af þeim er kannski 25% bandaríkjamanna sem hafa upplifið það, að ef að Trump verður ekki næsti forseti, þá fara bandaríkin bara þá munuður hrynja. En það sem að gera þetta kannski ennþá verra líka er það að það eru eiginlega jafn margir demokratar sem eru líka alveg samfærum það ef Trump vinnur og þá mun þetta fara sama veg, sko. Þannig að þetta er auðvitað ekki góð stað til að vera í og við verum bara að sjá til og ég held að það sé engin, ég meina sigurinn 2020 var í sjálfu sér var ekkert naumur, sko. Þetta var leið og þá kom það í og það voru fylki þar sem að munaði litlu en það dugði alveg þau fylki sem að hefði alveg dugað var ekkert mjótt á mununum. Sigur Bush á Gore var miklu meðværi. Það var allt annað, það voru 300-400 atkvæði, sko, sem þar munaði, sko, og sem voru ekki einu sinni talin, þannig að það var virkilega svona hékka bláþræði. En það er alveg nýtt og sérstakt í Bandaríkjasögunni að frambjóði til forsetakjörs viðurkenna ekki niðurstöðu kosninga þar sem farir eftir þeim reglum sem búið samþykkja fyrirfram. Það er ekki eins og að reglunum var breytt en það voru allir sammála út af COVID að það voru mjög opnari. Þeir voru miklu opnari fyrir svona brefkostningum sem hafa verið tíðkar í Bandaríkjunum með aldaraðir eða síðan miskusti síðan í borgarastríðinu og þannig það var ekki nýtt við þær hafa yfirleitt gagnast republikonum miklu meira heldur en demokratum. Það er nú að því að það hefur verið hlutastlega fleiri hermenn eða ekki sem að nota þetta. Já, akkurat, þetta hefur verið fyrst árið verið þeir, þó hefur þetta verið farið til fylkjum. Sum fylki hafa verið eiginlega bara með svona kostningar, þannig að og lengi, sko, það er mjög kostningar í Bandaríkjunum eru reknar af sveitafélögum og fylkjónum. Þetta er ekkert miðstýrt kerfi í því, þannig að þau hafa mjög ólíka reglur. En að minnskosti það var ekki allar þessar reglur sem lágu fyrir áður, það var búið að samþykkja þær og það voru bara engin sem mótmælti þeim. Svo gerast kosningar og þá allt í einu er niðurstöðunni mótmælt og það er aftur og aftur sendið dómstóla öllu vísa frá. Og þannig að það er ekkert, það er ekki engin vottur af sönnunum fyrir einu en einu. Þannig að þarna er auðvitað verið að grafunda lýðræðinu, það er alveg ljóst að þetta er lýðræðisleg niðurstaða. Og líka afstaða heldur en Gore var með sem að hafði kannski fulla alveg stöðu til þess að maldi móin við úrskurð Hæstaréttar, en gerði það ekki. Hann ákvað þetta var greinlega auðvitað pólitísk niðurstaða Hæstaréttar að stoppa talninguna til þess að Bush yrði forseti. Já, til að bara ganga úr því, skuggum það en Gore ýtti svona síni framavon til hliðar til þess að ógna ekki undirstöðum ríkisins. En efasemdir lýðræðið 2000, það voru náttúrulega eins og þú ert að vísa til að það er svona söguskilningur á því að Hæstiréttur hafi bara gripið fram í fyrir að það var ekki hægt að endurtelja til þess að tryggja Bush sigur. 2016 þegar Trump vinnur
að þá var bæði á undan og langt og eftir var að raunverulega hafði Hillary tapað kosningunum út af einhverjum inngripum Rússa í kosningabarátuna og eiginlega spillt kosningunum. 2020 kosningar sem þú út að vísa til. Þannig að það bara orðið svona bara að verða erfiðara að vera með kosningar í þessu landi sem einhverju sæminni sáttur Já, og það er auðvitað margt sem að ýtir undir það og en þannig að þú tala 2016 að þá það var eitt af því sem að var talað líka þá að það sé gert erfiðar að kjósa í af ákveðnum svæðum þar sem er ljóst að er fleiri demokratar hafi fáir kjörstaðir. En það voru afskaplega fáir held ég sem að héldu fram að þetta hafi skipt sköpum að ég held að Hillary sé ennþá Já, auðvitað hún er sár en hún viðurkenndi niðurstöðuna strax og þannig að auðvitað er hún sár. Ég meina það auðvitað Gore hefur verið alveg lengi að ná sér ef hann er búin að ná sér ennþá en það er bara þannig og það er svona hugmynd að það sé svindl í kosningunum og það sé ósanngjarnt sem að oft er í svona samfélögum þar sem að er ríkjandi vantrú á stjórnvöldum og ég man að ég hef aðeins verið í Vestur-Afríku og þar er öllum úrslitum fótboltaleiki að það eru alltaf vefengt, þetta er alltaf svindl og dómarum hafa verið mútað og það er bara svo lítið traust bara á allar stofnanir samfélagsins. Sjálfstæðstundum hefur verið mútað en að þetta er líka þetta stafar þetta tengist í að það hversu ofboðslega tæpar kosningarnar og það er vegna þess hvernig kosningakerfið er. Kosningarnar, engar af þessum kosningum nema kosningarnar árið 2000 voru tæpar. Að Hillary vann með 3 milljónum atkvæða. Biden með 8 milljónum atkvæði. Það var alveg ljóst að meiri hluti kjósenda kaus þau. Það er bara ekki leikregla. Nei, vegna þess að þessu skipt upp í þessi fylki, að hvert fylki fer að skipta máli, að þá getur munað svo ofboðslega fáum atkvæðum í fylki sem skiptir máli. Þetta eru svo frægt þetta með þessi 11.000 atkvæði sem að Raffensperger átti að finna í Georgíu sem fyrir Trump. Þegar þetta farið að vera svona kannski nokkur hundru upp í nokkur þúsundi atkvæði sem skipta sem að raunverulega kosningar sem falla að standa á þó að það sé engin vafi í heildina séð að þá er nefnilega þetta auðvaldur svo manipúlasjón þá verður það svona einhverjir svona inngrip, við skulum segja Rússa eða inngrip Írana núna geta þau skipt máli þannig að, og það ýtir undir tortryggni. Og líka inngrip kosningastjóra í einhverju kjördæmi, hann getur auðvitað stjórnað í hverju verður forseti. Já, það er sem sagt núna, núna er það sem sagt eitthvað svona borgarnesmaður. Já, það er strategía núna fyrir var strategía sett upp eftir kosningarnar 2020 en núna miklu betur svona skipulög og það er að reyna að kasta til hliðar niðurstöðu kosningarna og það verða þingin í fylkjónum sem ákveði hver verður farið þá á kjördæmi samkomunu á fulltrúa samkomunu sem kýs forstan electoral college eins og það kallað og þannig að bara afnema lýðræðið þannig séð og það er til þess að gera með því að tefja málin svo mikið eins og núna það er í Georgíu og þá republikanar eru þar í meirhluta í kosningastjórn Georgíu og þeir eru núna að semja reglur það að kosningastjórnir í einstökum sýslum þær megi bara ráða því hvenær þær kvitta upp á niðurstöðu kosningana og það getur þýtt að fylking get ekki kvittað upp á kosninga fyrir ákveðin tímafrest sem að því þá aftur að það er þingið þar sem að republikana hafa meirhluta það komið til að kjósa. Þannig það er alls konar svona möguleika sem eru inn í stjórnarskráni og þegar bandaríska stjórnarskráin er svo sérstakt plagg og það eru þar hlutir sem að lítill munur og þá getur eitthvað svona atburðar farið í gang. Og hvað það hefur áhrif á löggildi og lögmæti niðurstaðanna, það er ekki gott að segja en eins og betri á áðan að þá
hvað sem að gerist verður lögmæti dregið efa og af mjög mörgum. En bara eitt í lokin, að því að við erum með þetta land, þetta stóra land og gríðarlega volduga land sem er svona klofið. Stundum, þetta er lélegt dæmi, sko. Stundum er svona dæmi svona lönd og þá kemur vilji til þess að kjósa einhverja lausn sem að getur friðað þetta. Og vonda dæmi sem ég ætla að taka er Zelenski sem að býður sig fram til þess að búa til sátt á milli rússneska hluta Úkraínu og úkraínska hlutan að ýta niður þeim deilum sem höfðu verið þá, sem höfðu gengið svolítið langt í því að vera að banna fólk að tala rússnesku. Og kemur nýr inn í þetta líka? Kemur inn í þetta, en þetta er vont dæmi vegna þess að hann var núna bara daginn að banna rússnesku réttarunarkirkjuna inn í Rússlandi, inn í Úkraínu, þannig að hann er alveg sama. En það kemur oft svona þess að mér svona klofningur. En ég meina það er bara enginn í Bandaríkjunum sem þú getur bent á að sé að tala á þeim nótum, sko. Nei, enda er engin grundvöllur fyrir því, sko. Það sem að við veit að Trump verður ekki eilífur, hann er 78 ára gamall núna og þetta verða væntanlega hans síðustu kosningar í forsetakosningum. Að hve mörgu leyti svona þessi svona Trump-ismi er hans. Það er held ég nokkuð ljóst að J.D. Vance mun ekki taka við fánanum, hann kemur ekki til með að sopa að segja þessu fylgi sem að Trump hefur ekki fylgi út af stefnuna, Trump hefur alveg gríðalt fylgi út af hver Trump er. Og hvað gerist þegar hann fer, það er ekki gott að segja, að því að þetta hefur svona polarisering verið í Bandaríkjunum, sko, en það sem hefur yfirleitt alltaf verið, það hefur verið svona ákveðið svona sátt einhvers konar grundvallaratriði. En samt gætur ef við færum aftur og tala deilur milli flokkana, þá getum við farið fram á svona 10. áratuginn og segja rótin á ástandi núna varð eiginlega til að þegar Clinton var forseti og republikanar höfðu þingið og það var aldeilis, þá bara klofnaði á milli alveg gjörlega. Já, það er margir sem að rekja núverandi ástand mjög til Newt Gingrich og 1994. Þar sem að raunverulega allt snerist það að vinna. Það var bara vinna. Það var það sem skipti máli. En sko Bandaríkin hafa einu sinni ekki hengið í gegnum borgarastríð og það sem sagt ástand sem að það var mjög svipað ástand á að þýleitinu til að það voru tvær fylkingar sem tókust á. Byggðar á hagsmunum en einnig á landfræðilegu svona þankagangi og síðan auðvitað afstöðu til rasisma og annað slíkt. Og þetta voru algjörlega ósættanlegar fylkingar. Það endaði með borgarastríði, sko. Ég held að Bandaríkin endi ekki með borgarastríði núna, það sé bara útilokað, það sé að borgarastríði í Bandaríkinum, bara herinn er alltaf sterkur, sko. Það væri svo frekar að herinn gerir bara kú. Það er alveg hugsanlegt, sko. Ég veit ekki til dæmis hvernig herinn Bandaríkjunum myndi bregðast við ef Trump segir að nú ætla ég að draga mig út í NATO, sko. Ég reikna með að ýmsir í hernum myndu svona eitthvað mumbla bak við tjöldin. Þannig að borgarastríð er ekki í myndinni, það er ekki nýtt, en stundum er eitthvað svona mjög ofbeldisfull átök endar svona í slíku og ég held að það er ekki það sem fólk vill en hvað gerist, það veit ég ekki, sko. Þessi hugmynd er það lifandi og sterk að Bandaríkin getur enda með þessu hætti að það er með þess að bíómyndi í bíó núna, Civil War, sem er Bandaríkin eftir að hún klofnar. Einmitt, akkurat. Þú séð hana? Nei, ég ekki séð hana, ég ætla að sjá hana en ekki komist í það. Það er svo allt í lagi, en það er eins og áhugavert að þessi hugmynd sé komin inn í þetta að verða grundvöllur undir einhverja svona mynd, sem hann er lifandi þá í huga fólks að fólk kaupir hana á þess að það er mynd sem var í bíó því talandu þetta sem er að lendingin á tunglinu hafi verið feikuð það spilar inn í það líka þannig að það eru svona alls konar kenningar sem eru að rata inn í bíómyndir. Þetta er auðvitað við lifum á mjög skrýttum tímum þar sem að blaðamenn og blöð eru svona að hverfa og líka polariserast svo mikið að þú trúir bara þínu blað en ekki neinu öðru. Það svo kannski gerir mann á Íslandi líka hér árum en
En þannig að svona, það ekkert sem að fer að samina og það er ekkert samin lengur og þá bara eins og í hjónabandi sko, þá einhver ástæða til þess að vera að reyna að halda þessu sambandi áfram. En ég veit ekki sko, Ástæða í Bandaríkjunum þannig að sko hjónin hata hvort annað og vilja bara síst af öllu vera í sama herbyggi. Þetta ástand sem að klífur fjölskyldur og þetta einmitt akkurat. Og klífur borgir og sveitir og klífur landsluta og þú kannski kemur hérna við rauðaborðið fyrir kostingar aftur að ræða um þetta er spennandi mál. Takk fyrir það, Guðmundur. En ég ætla að setja hérna áfram að reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.